Hvað Sigurjóns? Spurningakeppni Sigurjóns. Komið sæl og velkomin hingað í spurningakeppni mína. Ég Sigurjón, jú það ég. Maðurinn sem stjórnar einmitt spurningakeppni Sigurjóns og hef gert í þó nokkuð tíma, nokkra mánuði. Og ég með 2 keppendur mér til fulltingis, svona, til þess að keppa í þessari spurningakeppni. Og þeir annars vegar Hans Steinar Bjarnason, komdu sæll og blessaður Hans. Takk fyrir, já, blessaður. Hvernig leggst þetta í? Þú nú eitthvað lasinn? Bara nokkuð vel, já, ég lasinn. Já. Og ég að bíða hérna eftir manni sem ætlar að leysa mig af og eftir. Já, en allavega þú ætlar að taka það samt þátt í spurningakeppninni svona. Já. Áður en þú ferð. Já. Það þýðir ekkert annað, við fyrir nú ekki að skipta í miðri keppni. Þannig að hann verður þá bara að bíða þar til að yfir líkur. En þú ertu sigurviss? Ég? Já. Já, enda fer ég ekki að vera. Þú að vinna Jón í þessari keppni, eða ég? Jú, vinn Jón yfirleitt, sko. En hingað kominn síðan mótherjiðinn og það engin annar en einmitt, hann Jón. Góðan sæll. Já, hinn ósigraði. Já. Ég eini keppandi í spurningakeppnunum sem hefur ekki tapað keppni frá upphafi. Þetta nú algjör lygi, en það samt gaman fyrir þig að búa til svona sögu. Máttu ekki eiga þetta? Nei, þú máttu þetta ekki. En það þetta spurningakeppni Sigurjóns og ég stjórna henni og ég ræð því sem hvað sagt í þessari spurningakeppni. Hvaða viðbjóður þetta? Ok, en þá það pennastútur. Hvernig líst ykkur á þetta? Óneitanlega spennandi. Sá sem pennastúturinn lendir á, hann mun sem sagt fá fyrsta svarið. Það svona ekta. Jú, og það Jón. Og það Jón. Það Jón sem fær fyrstu spurningu. Nonnin. Og hún hljómar svona. Já. Hvernig hljómar hún? Já, spurningin hljómar svona. Nú helgina var ný bogabrú vígð. Yfir hvaða á hún? Ný bogabrú var vígð yfir Hvítá. Þetta ekki rétt. Ertu með þetta, Hans? Þjórsá. Það ekki rétt. Þetta var Fnjóská. Nú var þetta Fnjóská. Já. Þá það komið að Hans í og Hans. Maður fór sopa af þessu sótavatni hjá þér, segir hún. Já, þú smittar mig ekki af salmonellu. Þó ekki Hans í Steinari. Í dag rithöfundurinn Guðbergur Bergsson nú hann sannst ammæli. Hann ammælisbarn í dag. Hvað hann gamall í dag? A. 48 ára, B. 58 ára eða C. 68 ára. Guðbergur Bergsson. Hvað séu, 48, 58 eða 68? Já. Ég held að það sé 58. Þetta ekki rétt. Ert þú með þetta, Jón? Já, hann 48 ára. Þið hafið hvoruðir rétt, hann 68 ára í dag. Vá, það náttúrulega gaman. Já. Eldast menn svona helviti hratt. Já, en Guðbergur reyndar afar unglegur að sjá, þannig að menn trúa þessu vart. En þá það Jón sem á næsta svar eða næstu spurningu, fer eftir hvernig maður svona lítur á það. Hvað heitir föðurbróðir Simba? Simba? Hann heitir Skari. Það var rétt hjá þér. Og fyrir þetta fær Jón 1 stig. Þá hef ég eina spurningu hérna. Nú? Hver Simbi? Simbi í Lion King. Það aðalgæðin í Lion King. Já. Aðalgæðin. Ég var að velta fyrir mig hvort það væri Simbi hérna árgjörslumadur, en svo hugsaði, nei, þetta líklega ekki hann. Já, þetta mjög greindarlega svarað hér. En þá það Hans. Og það svona smá svona náttúrufræði. Já. Ég bara býð til fleiri bókmenntaspurningum og hérna og ekki vera með þetta. Þetta allt saman mjög auðvelda spurningar. Simbi. Hvað? Og Lion King.
Er það bókmenntaspurning? Er það bókmenntalega sæðil? Það kvikmynda... Kvikmynd? Það er barnatengt. Kemur ekki bara, þú veist, Palli var einn í heiminum þetta eftir. Það getur verið. Við vorum með það daginn. Þá ætla ég að spyrja þig, Hans, hver rafmagnaðir geta álar orðið þegar mest lætur? A. 100 volt, B. 500 volt, C. 1000 volt. Hver rafmagnir geta hvað? Álar orðið þegar mest lætur? Álar? Já. Svona syndandi álar? Já. Rafmagnsáll. Hvað sagðirðu? 100 volt? 100 volt, 500 volt eða 1000 volt. Mest. Já, 1000 volt. Það var rétt hjá þér, Hans, og fyrir þetta færðu 1 stig. Þá var það Jón. Í hvaða töluðu tungumáli eru flest orð? Í hvaða töluðu tungumáli eru flest orð? Það er í ensku. Það var rétt hjá þér, Jón. Það er aldeilis að menn standa sér vel í dag. En Það er eitthvað erfiður hérna. þá er það herra Hans. Og þú fær næstu spurningu, hvernig líst þér það? Nokkuð ágætlega. Það var rétt. Nei. Hvaða ár var ungmennafélagið Fjölnir stofnað? Þetta er íþróttaspurning. Já, það var stofnað 1983. Ekki rétt. Því miður. Jón, ert þú með þetta? Já, það var 84. Þetta er því miður ekki rétt hjá ykkur félagar á 1988. En þá er það Jón sem fær næstu spurningu. Hvað kostar inn fyrir fullorðin í skautahöllina? Er ekki 400? Það er rétt hjá þér. Alveg er þetta magnaður anskot. Þá er það Jón, þá er það Hans sem fær þarna hressandi spurningu. Kvikmyndagagrindunir Siskel og Ebert hafa notið mikillar fræðar í Bandaríkjunum, en fyrir nokkru lést annar þeirra. Hvor var það? Siskel. Það er rétt hjá þér, Hans. Rétt hjá þér. Og fyrir þetta verður stig. Hvernig líst þér það? Það bara nokkuð vel, þakka þér fyrir. Rétt. Veit, lofar góðu fyrir framhaldið. Það er hárrétt. En þá fær Jón aðra kvikmyndaspurningu. Johnny-in hérna með sem að væri nú kannski meira við hæða hans fengi, en það er svona, þetta er erfiðara sennilega fyrir Jón. Hann svarar þessu ekkert þá. Hvað hafa verið gerðar margar James Bond myndir? Hvað hafa verið gerðar margar James Bond myndir? Ég held að þær séu núna orðnar 13. Það er ekki rétt, ert þú með þetta, Hans? Já, þær eru orðnar 19. Það er rétt hjá þér, Hans. Næsta er númer 20 í röðinni. Það er rétt hjá þér. Og stíginn, áður við förum í... Þetta var mér að setja fyrir frá mig. Tryggið ykkur allar 18 spólurnar í einum glæsilegum risapakka. Þetta var hérna. Hefði ég þóst alltaf að hugsa málið. Hvað ég geta að setja þetta? Öfullin hafið það. En þetta var heppilegt. Það stendur 18 þarna. Já, 18 þarna, já. En náttúrulega nýjasta myndin er ekki þar inn í. Ok. Og svo förum við yfir stíginn, áður við förum í loka spurningu sem er vísbendingarspurning. Þá hefur Hans Steinar Bjarnason fengið 3 stig og Jón Gnarr fengið 3 stig. Þannig að þeir eru nýr jafnir og þetta er afar spennandi. Ég var að segja hérna, mér finnst þetta bragðdöf keppni. Nú já. Já, mér finnst lítið bragð af henni, þetta er svona eins og svona bragðlaust keks. Svona bítur aðeins í, aðeins svona crispy, en ekkert meira. Já. En þú kannski gleymir nokkuð sem heitir skemmtigildi. En nei, ég var ekki að gleyma því. Hérna þá ætla ég að biðja þig að fara út, Hans. Mér er illa við þig og Jón ætlar að svara vísbendingaspurningum. Já, það er nú kannski óþarfi fyrir hinn tæknimann að fara líka, en skiptir ekki máli. Hver er ég? Ég á eingöngu ættleidd börn. Fyrsta vísbendingu og fyrir hana getur fengið 3 stig. Þar með unnið þessar keppni, væntanlega. Nei, ekki alveg vissamt. Ég er Mia Farrow. Það er ekki rétt hjá þér. Númer 2.
Ég er 1,75,2 cm á hæð. Þið er ekkert að kíkja í eitt eða eitt, sko? Nei. Hérna 1,75,2. Já, ég hérna veit hver þetta er. Já. Og hérna Gleyma hvað. Hæ? Bara búin að gleyma nafninu. Hérna býta aðeins. Ég veit ekki. Woody Allen. Það er ekki rétt. Ég á ástralskan maka er síðasta vísbendingarspurning og fyrir hana getur þú fengið 1 stig. Ég veit þetta er maðurinn hennar Nicole Kidman. Ég man ekki hvað hann heitir. Ég veit ekki, ég man ekki hvað hann heitir. Þetta er slæmt, því miður. Ég ætla að gefa þetta fram. Þú veist hver þetta er? Ég veit alveg hver þetta er. Þetta er maður sem ég veit alltaf nafnið á, skilur. En núna, þá man ég ekki hvað hann heitir, skilur. Og þú vildi ekkert reyna svona? Jerry Maguire. Nei, ég man ekki hvað hann heitir. Hver líka hlutur ekki Jerry Maguire? Jerry Maguire. Ég man ekki hvað hann heitir. Og þetta er með að segja setning. Bældi, og þetta er með að segja nafn sem ég segi í leikritinu sem ég leiki. Já. Herru því miður. Þá bara verður það að hafa það, ef þú ætlar að gefa þetta frá þér. Ég get ekki hann það. Ég get ekki hjálpa það. Ég vissi þetta í seinni vísbendingunni. Nú, já. Þá vissi ég þetta. Mjög aðeinsvert. Þá ætla ég að kalla á hans. Hans! Hans! Ég man það. Ok. Tom Cruise. Það var rétt. Færðu það farað 1 stig. Já. Hvern annan? Ég er ekki sko. Ég vissi þetta, pældi ég vissi þetta skrítið. Næja. Ég ætla aldrei framar að taka þátt í spurningakefnir. Nú, okkur. Aldrei framar. Þannig að það er eitthvað, ég er ekki í lagi á mótnana. Það er eitthvað skrítið. Það bara lokast, pældi ég vissi þetta og samt myndi ég ekki nafni. Já. En þá er komið að þér, Hans. Hver er ég? Ég á eingöngu ættleiti börn. Össur Skarpínsson. Nei, þetta er ekki hann. Þá er það næsta spurning og fyrir hana getur við fengið 2 stig. Hans, og áttarið á því. Já, þetta er næst ekki Össur. Nei. Ég er 175,2 cm á hæð. Já, það hjálpa mann alveg gríðarlega. Það hjálpaði mér, ég vissi þetta þá. 175,2 og bara ættleitt börn. Já. Ætli það sé ekki bara 175,2. Þetta er Sif Friðleifsdóttir. Nei, þetta er ekki hún. En þá er það loka spurning og fyrir hann að fara 1 stig. Ég á ástralskan maka. Já. Ætli það sé Skippy. Sem sagt, þú ert ekki með það? Nei. Þetta er ekki rétt í öll, þetta var leikarinn góðkunni Tom Cruise.